þá ekki meira frá mér, þannig ég ætla að bjóða Birgi og Ólafi að taka við. Ertu klárið það? Já, takk fyrir, heldur betur. Þurfum við þá ekki að deila. Nei, ekki svona. Sjáu þetta? Þetta komið upp á skjá. Þetta fínt. Já, þetta í svona fullum skjá? Hjá ykkur eða? Já. Ok. Allt góð. Þá byrjum við bara. Komið þið sæl öll, ég heiti Birgir og starfa hjá Matís. Við ætlum aðeins að tala kolefnisspor eða umhverfisáhrif bolfiskafurðins heitir hérna. Ég hef svona síðustu ár verið að vinna í sjálfbærni matvæla, sjálfbæri matvælaframleiðslu og verið að skoða svona umhverfisáhrif í mismunandi virðiskeðjum matvæla. Þar á meðal í fiskveiðum og ég ætla bara rétt að fara yfir þær rannsóknir sem við höfum verið að gera hjá Matís hvað þetta varðar og svona þær kannski örfá íslensku rannsóknir sem gerðar hafa verið hvað þetta varðar og hvað svona á döfunni hvað rannsóknir verið að gera núna og hvað í rauninni kannski vantar til þess að við fáum einhverja svona heildrina mynd á umhverfisáhrif eða kolefnisspor fiskveiða hérna á Íslandi. Nú, eins og við eflaust kannski flest vitum þá svona sjálfbærni og umhverfisáhrif matvæla alltaf að verða mjög svona mikilvægari hluti af markaðssetningu og kaupendur og neytendur náttúrulega farnir að krefjast þess í mörgum tilfellum að framleiðendur geti sýnt fram á og sett fram einhvers konar upplýsingar hvort sem tengist sjálfbærni veiðana, sjálfbærni stofnana, umhverfisáhrif kolefnisspor vörunnar og þar fram til götunum og það var ekkert ólíklegt að í nánustu framtíð þá allavega svona í einhverju tilfellum að þá verði þetta hreinlega bara skylt að geta sýnt fram á einhvers konar upplýsingar á vörunum sínum. Svo hafa sjávarafurðir koma oft vel út hvað varðar umhverfisáhrif og kolefnisspor í samanborði við önnur matvæli þá nefnum við kannski helst náttúrulega kjötframleiðslu og náttúrulega marga aðra framleiðslu líka. Stundum kemur það vel út í samanborði við eldisfisk líka. Þannig að það ekkert alls slæmt en þetta náttúrulega allt saman mjög misjafnt og mörgum það eru margir þættir sem hafa mikil áhrif á hvernig þetta kemur út. En það eru svona mjög mikil vöntun og svona takmörkuð gögn áreiðanleg gögn þessa stöðu á Íslandi. Og það vantar svona þessa akademísku nálgun og á fleiri svona lífsferilsgreiningar sem þarf að gera til þess að við getum í rauninni sýnt fram á með ógæti hætti hver áhrifin eru. Nú íslenskar rannsóknir þær hafa nú bara hreinlega alls ekki verið margar sem hafa verið gerðar. Þetta svona ber að nefna þessar þrjár, fyrsta sem var gerð 2003, mjög góð skýrsla en auðvitað orðið barnsins tíma. Meistararitgerð sem var gerð 2009, Háskóli Íslands og Matís, Aðalbjörg Birna og svo gerðum við hjá Matís þetta verkefni og gáum þessa skýrslu 2014 þar sem vorum að vinna með gögn frá 2012 held ég. Sem var bara fínt verkefni og fín skýrsla en auðvitað líka bara orðin tiltölulega gömul og það þarf klárlega að fara að uppfæra þetta. Nú í þessari skýrslu og þessu verkefni þá tókum við nokkra báta, nokkra togara og línubáta og komum svo sem að fyrir niðurstöðu að kolefnisspor þá bara veiðana lagst hjá smábátum eða línubátum og hærra hjá togskipum og þetta bara mjög sambærilega niðurstöður og við höfum verið að sjá til dæmis bara í svona norðanverðri Evrópu
ef við berum okkur saman við það. Og annað sem að var kannski áhugavert en svo sem kemur ekki óvart og allir náttúrulega vita að að flytja vörur út með flugi hefur gríðarleg áhrif á svona endanlegt kolefnisspor afurðanna og og það er svona mjög merkilegt að sjá muninn á til dæmis að flytja út með sjávarleiðina og með flugi að þegar varan komin erlendis með flugi þá leggst gríðarlega mikið og hátt kolefnisspor á vöruna. Þannig að þetta var svona staðfesting á því en aftur bara mjög sambærilegt og hefur verið að sýna fram á í öðrum rannsóknum. En aftur þá þetta orðið tiltölulega gamalt, þetta að verða 10 ára gamalt og þarna hafa svo sannarlega verið breytingar og það þarf virkilega að fara að uppfæra þetta. Fyrirgeðu Biggi. Já, gjör svo vel. Bakkað eina glæru tilbaka, bara eldsnögt. Gjör svo vel. Ertu með spurningu eða? Ef þú vilt fá hana núna, ekki að skipti stórmáli. Nei, ef ekki fá það bara eftir umræðan með hvað Ég held það, alveg hygglust. Ok. En var ég ekki á réttri glæru eða? Ég var þessari. Herðu, já. Sko, já, þannig að þetta bara áhugavert og eins og ég segi, þetta eitthvað sem þarf svo sannarlega að fara að vinna í, að fá fleiri og nýrri tölur allt þetta. Nú við erum loksins að fara í nýtt verkefni eða erum í nýju verkefni hjá Matís, þar sem getur sagt þessi einhvers konar framhalda þessu verkefni sem við gerum þarna 2013 sem heitir áhrif endurnýjunar íslenska skipaflotans á kolefnisspor afurða og þarna pælingin að taka svolítið þessi nýju skip sem hafa komið og bera þau þá kannski saman við eldri skip sem að gera svipaða hluti. Þannig að við sjáum líka þá kannski hver breytingin með þessum nýju skipum. Og en annars þetta svona, já, mjög sambærilegt verkefni. Við erum að skoða einhver afurur og það fer svona bara eftir í hvaða þátttakendur við fáum inn í þessi verkefni á hverju sinni, en þetta var fyrir valinu þarna. Þannig að það verður mjög áhugavert að sjá hvað kemur út úr þessu og vonandi fáum við einhverja góða niðurstöður í þetta svona, já, seinna á þessu ári. Herru, svo langaði mig bara að enda á þessu að ræða eins svona stuttlega hvað þyrfti að gera og eins og ég er búinn að koma inn á þá vantar mjög mikið rannsóknir í þessu á Íslandi. Við þurfum að koma þessu út í helst bara í ritrituðu greinum og gera fleiri til dæmis eins og lífsfærisgreiningar á þessu virðiskeðjum hér. Við fáum reglulega hjá Matti spurningar umhverfisáhrif fiskveiða og við vildum svo sannarlega hafa frekari gögn að baki heldur en alltaf stanslaust að sýna þessa einu skýrslu sem við höfum gert þarna fyrir löngu síðan, sem allir komin með leið á. Þannig að það vantar svo sannarlega miklu fleiri rannsóknir í þessu. Og einmitt, þeir ritrinda niðurstöður og eins og við nefndum líka þá hafa orðið mikla breytingar á flotanum. Komin nýrri skip og náttúrulega tæknin hefur breyst. Og við þurfum að skoða hver áhrifin eru þarna. Og svo er svolítið skemmtilegt við þetta, af því að þarna verið að fara út og elta lifandi dýr, þá svo mikil breytileiki í þessu, þetta svo mikil dýnamík í hversu langar ferðirnar eru, tógtímar og þetta hefur allt áhrif á olíunotkunina sem að endanlega hefur mest áhrif á kolefnisspori. Þess vegna þetta oft mjög erfitt samanburða til dæmis að bera saman mismunandi rannsóknir fiskveiðar. Þetta hefur svo gríðarleg áhrif á útkomuna. Þannig að þetta þarf alltaf að skoða í svona heildrænu og stóru samhengi. Nú svo náttúrulega önnur spurning með orkugjafa, hverju það myndi skila okkur til dæmis að fara í einhvers konar orkuskipti í þessum flota. Það væri mjög áhugavert að sjá það. Og svo það bara þetta að horfa á
alla virðiskeðjuna, að greina alla þætti í virðiskeðjunni sem við getum bara að kalla kolefnissporskeðjan. Þetta mjög mikilvægt svona í þeim rannsóknum sem að við erum að fara í núna og vera gerðar í framtíðinni. Nú, svo bara til þess enda, þá langar mér að minnast á þennan nýja ESO-staðal sem að heitir Carbon Footprint for Seafood, Product Category Rules for Finfish, sem að Matthías kom að gera og var bara birtur núna í lokás í fyrra. Og þarna sem sagt verið að setja þessa Product Category Rules, reglur það, hvernig við eigum að meta, mæla og sýna öðrum og okkur sem sagt kolefnisspor þessar afurða. Og þá getið þið bara lesið og flett upp sem sagt hvað það sem átaka með í svona greiningar og allar reglur það. Þannig að það mjög fínt að hafa það til viðmiðunar. Já, annars bara þakka ég fyrir mig. Kannski ég fæ að bæta einu við vegna sem alltaf áherslan og sem sagt Ólafur heiti ég, aðjúnkt hjá matur- og næringarfræðideild Háskóla Íslands og með á þessari kynningu en á meðan náttúrulega áherslan og eðlilega á kolefnissporskeðjuna eins og Birgir nefnir hana, að það náttúrulega skiptir líka miklu máli að við horfum á önnur umhverfisáhrif og þar eru náttúrulega meðal annars önnur verkefni í gangi eins og verkefni sem heitir Axel Water það sem verið að skoða sem sagt svokallað water footprint eða sem sagt vatnsnotkun í til dæmis sjávarútvegi og fiskeldi. Og það kannski eitthvað sem ekki mjög aðkallandi hér á Íslandi í dag en vatn ekki auðlind sem eins aðgengileg eins og Íslandi. Þannig að þetta verið að skoða í evrópsku samhengi. Við erum náttúrulega líka í bestun ferla í uppsjávarvinnslu og slíku með sjálfbærna leiðarljósi. Þannig að það eitt að horfa á kolefniskeðjuna en hitt að horfa einmitt á önnur umhverfisáhrif líka og þá einmitt að besta með efnahagslegum ávinningi vegna þess einhvern veginn þurfum við að hámarka efnahagslegan ávinning en við þurfum líka að lágmarka leið umhverfisáhrifin. Nákvæmlega, takk fyrir það. Eru þú ekki bara góður? Jú, það held ég. Herðu, takk ykkur fyrir Ólafur og Birgir fyrir fróðlegt erindi. Herðu, næst þá því með þá hætta að séra. Næsta erindi þá Stefán B. Gunnlaugsson, ekki bróðir með samt, þróun og áhrifaþættir koldíoxíðlosunar frá íslensku sjávarútvegi. Já, ég hérna inni núna? Já, kannski ýtar á full screen, það væri ljómandi. Hvar það? Það þarna til dæmis niðri í horninu. Eða ferð þarna í view og hvað ertu þarna? Já, eitthvað þarna. Þarna kemur þetta. Þetta ljómandi. Ok. Ég ætla að fara yfir þróun og áhrifaþætti CO2 losunar í sjávarútvegi. Þetta byggt á grein sem við þrír félagarnir vorum að birta. Og við erum að rannsaka þetta og við munum halda áfram. Við erum með aðra grein í farvatninu þar sem þetta verður skoðað lengur og ítarlegar. Daði Már Kristófersson, þið þekki hann prófessor í Háskóla Íslands, Stefán Gunnlaugsson heiti ég og dósent við viðskiptadeild Háskólans á Akureyri og Hreiðar Valdirsson dósent við Háskólann á Akureyri. Ok, hérna áhugaverð glæra, hérna losun frá framleiðslu dýraflótina frá 61 til 2017, við sjáum það því að kannski þekkt þetta capture fisheries eða bara veiðar, þær standa nokkuð í stað, eru hérna eldi hér líka plöntum og hérna kjöt hér og hérna eins og þið sjáið katl eða nautgripir og við sjáum hvað þeir eru stórir. Þetta svo sem eitthvað sem þið þekkið sjálfsagt, það hefur verið aukist að sjálfsögðu mikið losun frá þessum aðilum og þetta áhugaverð glæra hér, við sjáum hérna losun á framleitt kíló og eins og allir vita þá nautakjöt verst. Svín og kjúklingar eru nokkuð góð hér, en við sjáum hér að sjávarútvegur, bæði aquaculture og marine fisheries eru mjög góð með litla losun á hvert framleitt kíló. Almenningur held ég viti þetta sjálfsagt ekki.
Þannig að þetta eitthvað sem ætti nú að koma til skila að almennt í heiminum þá kolefnisfótspor sjávarútvegs, bæði fiskeldis og veiða mjög lítið miðað við aðra framleiðslu. Hérna áhugaverð hér. Við sjáum hér þróun á afla og losun við fiskveiðar í heiminum. Við skulum skoða hérna við sjáum hérna svörtu línu hér. Hér aflinn, hann svona hefur verið á síðustu árum 100 milljón tonn. Hérna það þessi á sér hægra megin, það aflinn. Og það hefur verið stöðugur heldur minnkandi afli. En hérna hér sjáum við losunna á síðustu árum. Losun hefur heldur aukist. Þannig að sagan frá 1990 nokkuð ljós í heiminum. Það hefur verið stöðugur eða frekar minnkandi afli samkvæmt þessar mynd hér, en losun hefur aukist. Og þá spurning hvernig hefur við Íslendingar staðið okkur í þessu. Og ég sýni ykkur á eftir að við hefum verið mjög góðir. Og losun á CO2 fiskveiðum. Hérna Parker og félagar 2018 í Nature birti mjög mikilvæga grein. Þá segja þeir að losun í fiskveiðum heimsins jókst 28% frá 1990 til 2018 og losun á hvert kíló afla óx 21% í heiminum. Þetta mjög neikvætt. Og það eru 6 atriði hérna, sem að skipta hægt að nota til að minnka losun. Það betri tækni, sjálfsögðu við þekkjum þetta, betri tækni, hagkvæmir vélar, skrúfur og svo framvegis. Allt þetta, það ætti að leiða til minni losunar við fiskveiðar. Nýta aflann til manneldis í staðinn fyrir í dýrafóður, það augljóslega lækkar losun því að styttir fæðukeðjunnar. Svo skipta veiða fyrir máli. Óvirkar veiði var að fyrir eins og lín og net, þær eru með minni losun og aflaeiningu, heldur en til dæmis virkar eins og troll. Og svo nótin mjög hagkvæm með mjög litla losun. Skattar á losun, það hærra verð á olíu, það ætti að draga á losun. Það eru niðurstöður sem benda til þess. Og svo skiptir fiskveiðastjórnunarkerfi miklu máli. Og þetta algjört lykilatriði. Fiskveiðastjórnunarkerfi eru mjög mikilvæg við losun. Og kvótakerfi eru best eða á ensku sem heitir catch share system. Og þetta gefur nokkuð augaleið. Eðli kvótakerfa hagkvæmni. Færri skip, meiri afli, reyna að fá meiri afla á sólarhringnum, lækka kostnað. Ef við erum með enga stjórnun á fiskveiðum þá í rauninni hrúum við skipum, hrúum við afkastagetu og hrúum þá í rauninni olíu. Ef við erum með einhvers konar sóknarmark þá reynum við að auka aflagetuna og svo framvegis og það ekki viðunandi kerfi til að minnka losun. Þannig að kvótakerfi eru best til að lækka losun og það eru rannsóknir hérna þessar 2 frá Valdó og Sigley sem segja það og fleiri og fleiri. Og svo það sem við skoðum þetta allt hérna á Íslandi. Svo mjög mikilvægt líka, og við komumst að því eftir, að stærri fiskistofnar leiða til meiri losun, afli og sóknarnýtingu eykst. Ragnars Árnason kom með þetta fræðilega en fleiri og fleiri rannsóknir frá Parker 2017, Horberg og Smith 2020 segja okkur það að stærri fiskistofnar leiða til minni losunar. Og við skoðum þetta í íslenskum bálfiskveiðum og við gerðum grein og hún var samþykkt bara í rauninni flaug í gegn í mjög virkt tímarit, ICES Journal of Marine Science og við erum að vinna þetta áfram aðeins að þróa þetta betur. Það sem við skoðum losun íslenska fiskiskipaflotans í bálfiskveiðum frá 1997 til 2018. Við skoðum helstu flokka skipa. Og gögnin sem við notum það var frá Hagstofunni, Umhverfisstofnun og Hafró. Og við skoðum tímabilið frá 1997 til 2018. Og við skoðum CO2 losun á hvert aflagildi í þorskigildum. Og það lykilatriði, við erum með afla og stofnstærð í þorskigildum og við erum með fasta þorskigildastuðla. Það bara meðalstuðlan, ekki þorskigildastuðlanir breytast á hverju ári. Við notum bara rauninni meðalstuðlana. Og við vorum að reyna að meta hvað hefði haft áhrif á það að losun hefur minnkað mjög mikið, 40% á aflaeiningu á þorskigildi á þessum tíma. Hvað veldur því? Hvað skýrir? Það stærð fiskistofna, heildarafli, heildarkvóti, tæknibreytingar, afurðaverð og olíuverð. Og hérna þetta sýnt myndrænt, þróun í losun á þorskigildum
við erum hérna með þessa 5 skipaflokka, litli bátar, 10 til 200 tonna bátar, yfir 200 tonna bátar, togarar, venjulegir, bara venjulegir togarar og svo frystið togarar. Og við sjáum það að togararnir eru verri, þeir eru með meiri losun, hérna sjáum við hér, þetta var 2 CO2 á hvert aflakíló og hefur minnkað hér. Og sagan mjög einföld og góð að losun hefur minnkað á aflaeiningu hjá öllum þessum aðilum og hún hefur minnkað mjög svipað cirka 40%. Og ef við tökum þetta saman, meðaltölu hérna, þá hefur losun á aflaeiningu í þorskígildi minnkað 40% af meðaltali. Mest hefur hún minnkað hjá þeim sem þetta var í rauninni verst, þarna hjá togurum. En þetta mjög svipað, 40% minnkun. Og við sjáum það að bátarnir eru verstir og togararnir eru verstir. Það óvirku veiðarfærin eru með minni losun, en virku veiðarfærin trollið með meiri. Það svo sem ekkert óeðlilegt við það. En hérna eru niðurstöður rannsóknar. Við skulum reyna að skilja hana. Þetta var nokkuð flókin aðferðafræði sem við notum, það sem að byggðu á. Ég fer ekki yfir módelin sem við notum. En við skulum byrja á því að útskýra hérna virk veiðarfæri hér. Og reyna að fara í gegnum þetta. Virk veiðarfæri, hérna við erum með trollið. Og þetta teknistuðlinn hér. Við sjáum það, mikilvægast að breyta, það sem skiptir mestu máli, þurfum átt okkur á því, hérna þessi stuðull hérna mínus 0,95 og T-gildi mínus 2,20. Þetta þýðir þá það, þegar stofnstærðin hefur aukist 10%, þá minnkar olíu eða losunin vegna þessar breytingar 9,5% á aflamagn. Þetta afgerandi og hjá óvirkum veiðarfærum þetta aðeins meira og T-gildi mun hærra. Og þessi stuðull hér, heildarafli hér, þið sjáum T-gildi mjög hátt, það bara ómarktækt þarna, skiptir ekki máli því að það bara hvort að þetta 0 eða ekki. Heildarafli, ef við hugsum þetta aðeins, ef heildarafli eykst 10%, þá myndum við halda að losunin á aflaeiningu ætti að aukast 10%. Nei, það gerir það ekki, það eykst bara 8,7%. Þannig við sjáum það. Hugsum okkur, þegar fiskistofnarnir stækka, þá erum við að sjá hér, þá minnkar losun mjög mikið og þá eykst afli en losunin ekki línulega tengt hér. Og í óvirkum veiðarfærum en minni reyndar ávinningur en hér. Tæknibreytingar og hvernig mælum við tæknibreytingar? Það var bara sett trendbreytar hér og þær áhrif tæknibreytinga á losun óverulegar. Það einhverjir hjá virku veiðarfærum trollunum, þá allavega rétt formerki, en í óvirkum veiðarfærum það rangt. Það bara eins og tíminn leiðir ljósa, þá verður tækni verri. Og það bendið til þess að tæknibreytingar hafa ekki haft mikil áhrif til að lækka losun á íslenskum fiskiskipaflota. Og það ekkert óeðlilegt ef maður skoðar gögnið fiskiskipaflotann á Íslandi. Hann alltaf að vera eldri og eldri og eldri. Við erum alltaf að tala þessi nýju flottu skip sem eru með minni losun. En í grunninn erum við með gamlan flota og svolítið úreltan. Og eins og við sjá, og þetta mælir það. Olíuverð, það gefur nokkuð augalið. Ef olíuverð hækkar, þá ætti losun að minnka því að þá dýrara. Við sjáum til dæmis fréttir, ég sem gamall sjómaður, gaman að sjá hvernig menn að stjórna útgerðunum í dag. Það stuttir túrar, en fylla svo stuttur tím og svo framvegis. Þannig að það mikil tími sem hlutfallslega fer í að sigla á miðin fram og tilbaka í staðan fyrir, eins og í gamla daga á Akureyri, þá voru menn hálfsmánaða túr á ísutogara, lítið tími að sigla fram og tilbaka. Ef olíuverð myndum við hækka með mikið, myndum við 100-fald olíuverð, eða kannski ekki, 5-fald olíuverði, þá myndi allt þetta breytast. Stuðullin eru réttir hér, það semst, ef að 10% hækkun á olíuverði, þá minnkar þá olíueyðslun 1,3% en T-gjöldin eru svo sem ekki há á virku en eru á óvirku. Svo fiskverð, það líka þannig ef að fiskverð hækkar þá ættu olíueyðsla á aflaeiningu að aukast og stuðlarnir eru réttir hér og mjög marktækir. Og það sem okkur fannst áhugavert var það að við, í grunninn við greinin sem ég vitnaði í eina áðan, hún hafði sagt að það bar saman losun á Skandinavíu, Valdó greinin hérna sem bindi á áðan, í Skandinavlöndum
og hún var gerð fyrir nokkrum árum. Þá var sagt að við værum bestir á Íslandi, við værum með besta fiskveiðistjórnarkerfið og þess vegna væri kannski ekki hægt að ná miklum árangur hér því að árangurinn byggist mjög mikið á því að laga fiskveiðistjórnarkerfi. Við erum með optimal fiskveiðistjórnarkerfi sem að leiði til lækkunar á eyðslu. Rannsóknin okkar byrja 97 og þá var einhver hagræðing búin að vera, þá var einhver fækkun á skipum og svo framvegis búin að verða. Eðli kvótakerfa er mjög gott varðandi olíueyðslu því að eins og ég sagði áðan, eðli kvótakerfa er að leiða til hagræðingar sem að í grunninn leiðir þá til minni losunar. En við höfum náð að byggja upp fiskistofna síðustu árum. Hérna er stærð íslenska fiskistofna í 1000 þorskígilda. Og þetta er sýnt frá 1990 og við skoðum þetta hérna hér. Hérna er heildarstærð fiskistofna í þorskígildum. Við sjáum það að það var svona í lágmarki frá 1990 til 2000 og hefur heldur verið að hækka á síðustu árum. Og hækkunin er vegna þess að þorskstofnin hefur verið að stækkast. Aðrir bólfiskstofnar í þorskígildum, stærð þeirra hefur verið óbreytt. Og það sem er megin ástæða í grunninn, ef við förum bara einfaldlega í þetta, af hverju hefur losunin minnkað svona mikið, það er að afli á sóknareiningu, til dæmis við togveiðar, hefur nær tvöfaldast frá árinu 2000. Afli á sóknareiningu hefur nær tvöfaldast og það hefur svona lækkað losunina. Hérna er mynd sem sýnir á x-ásnum stærð fiskistofna í milljón þorskígildum á Íslandi og á y-ásnum er losun á aflamagn. Og við sjáum það að þetta er mjög afdráttarlaus mynd. Þegar stofnarnir hafa verið litlir, þá hefur losunin verið mikil hjá öllum flótagreinum og þegar stofnarnir hafa stækkað, þá hefur losunin minnkað. Svo er annað sem ég er að pæla í og það er auðlindarentan. Auðlindarenta, ég er nú sérfræðingur í því að pæla auðlindarentu og svo framvegis, birti nokkra greinar um það og svo framvegis og doktorsritgerðin stór hluta henni fjallaði auðlindarentu í sjávarútvegi. Og auðlindarenta, það er svona umfram hagnaður sem verður til í sjávarútvegi vegna auðlindarinnar, þessar takmörku auðlindar, það geta ekki allir farið að gera út og þess vegna verður til auðlindarenta. Og við hérna á x-ásnum erum við með stofnstæðina í milljón þorskígildum og á y-ásnum útreikninga auðlindarentu samkvæmt mínum útreikningum. Og við sjáum það að þetta er ákveðið samhengi. Þegar við höfum verið með litla stofna, þá er lítil auðlindarenta en ekkert óeðlilegt við það, þá hefur afli á sóknareiningu verið minni. En svo þegar auðlindarentan, þegar stofnarnir eru að stækka, þá hefur auðlindarentan aukist. Það er reyndar margt annað sem hefur áhrif á auðlindarentu og svo framvegis gengi krónur til þess mjög mikilvægur þáttur. Og niðurstöðurinn er nokkuð afgerandi. Mikil lækkun losunar á aflaeiningu hefur orðið í íslensku sjávarútvegi. Og það sem við erum að gera núna í rannsókninni sem við náum vonandi að klára held í næsta mánuði og birta í og klára að skrifa og svo framvegis, er að lengja tímabilið og reyna að skoða aðeins betur þarna breyting á stjórnkerfi og svo framvegis. En það er frá 97 til tímans dag, þá var lækkunin 40%. Og þetta er mjög mikilvægur árangur meðan að heimurinn er að versna á þennan mælikvarða, þá erum við að batna. Stærri stofnar eru meginbreytingin, ástæða fyrir þessu. Olíuverð hefur einhver áhrif. Við fáum engin áhrif að tæknið. Íslenskur sjávarútvegur hefur engum árangri eða engin skýringi á minni losunir vegna tæknibreytinga, þannig að það er eitthvað sem hægt er að laga. Og niðurstöður okkur er svo að ef við horfum allan heim, lönd heimsins gætu lækka losun við fiskveiðar og jafnvel mjög mikið með því að bæta fiskveiðistjórnun, það er að taka upp einhvers konar kvótakerfi og samhliða byggja upp fiskistofna. Já, takk fyrir. Takk fyrir þetta, Stefán. Við kannski tökum umræður þetta bara eftir öll erindin. Næst er Ragnhildur Friðriksdóttir frá Matís sem mun tala aðlögun sjávarútvegs að áhrifum loftslagsbreytinga. Já,
Takk fyrir það, Valur. Þá ætla ég að deila þessu. Sjáu þetta hjá mér? Geggjað, fekk thumbs up frá Val sem situr hérna á móti mér. Herri, ég heiti Ragnhildur og ég starfa sem verkefnastjóri hjá Matís og mig langar í dag að tala við ykkur aðlögun sjávarútvegs að áhrifum loftslagsbreytinga. Við hjá Matís höfum síðastliðin 4 ár verið að vinna í svona stóru evrópsku verkefni sem snýst það að skoða áhrif loftslagsbreytinga á sjávarútveg og fiskeldi enda líka. Og hluti af þessu verkefni var sem sagt að búa til svokallar aðlögunaráætlanir fyrir þá bæði sjávarútveg og fiskeldi og það kom í hlut okkar hjá Matís að sjá þann hluta vinnunnar. Og út úr þessu verkefni kom svo aðferðafræði, sem sagt, hvernig aðferðafræði sem sýnir hvernig við leggjum til að svona aðlögunaráætlanir séu búnar til. Og fengum hérna einmitt grein birta núna á dögunum í vísindatímaritinu Climatic Change, þar sem að þessari aðferðafræði lýst og ég ætla í dag hins vegar ekki bara að tala það, ég ætla líka að tala bara svona almennt aðlögun. Ég ekki að fara að segja þessum fyrirlestri hver áhrif loftslagsbreytinga á íslenskan sjávarútveg komu til með að vera. Við höfum ekki verið að skoða það sérstaklega. Ég veit að Hafró í þann mund að fara að gefa út skýrslu sem að skoðar umhverfisbreytingar í umhverfi við Íslandsstrendur og sem sagt einhvers konar spá til næstu ára, sú skýrsla á að koma út á dögunum, þannig að það verður áhugavert að sjá hana. En það sem ég ætla að tala hérna hvað aðlögun og sem sagt af hverju sjávarútvegur sem og aðrar atvinnugreinar þurfa að fara að huga aðlögun. Þetta hefur verið mikið í umræðinu undanfarið, núna bara síðast í síðustu viku tilkynnti umhverfisráðherra að sem sagt það á að setja á stokk svokallaða skrifstofu loftslagsþjónustu og aðlögunar sem verður undir stjórn Veðurstofunnar. Þannig að það heilmikið að gerast í þessum málum á Íslandi, en það komið tími til. Við höfum verið svolítið eftir öðrum þjóðum hvað aðlögunina varðar og ég ætla líka að fara yfir í þessu fyrirlestri bara svona skýra munin á aðlögun og mótvægisaðgerðum. Það er nefnilega margir þegar ég byrja við byrjum að tala þessi aðlögunarmál, til dæmis í sjávarútveginum og þá fólk ekki alveg með á hreinu munin á þessum mótvægisaðgerðum og aðlögunaraðgerðum og ég ætla aðeins að fara yfir það svo allir séu á sömu blaðsíðu. Loftslagsaðgerðum venjulega skipt upp í tvenns konar aðgerðir. Við erum annars vegar með þessar mótvægisaðgerðir og á Íslandi þessi umræða komin nokkuð langt. Við höfum gert heilmikið og ekki síst sjávarútvegurinn eins og hefur komið fram, þá höfum við minnkað útblásturinn alveg heilmikið og losun frá sjávarútveginn. Og við erum með þokkalega góða sterka aðgerðaráætlun varðandi mótvægisaðgerðirnar. En síðan erum við með þessar aðlögunaraðgerðir. Þegar við talum mótvægisaðgerðir, þá erum við að tala þennan hluta að draga úr losuninni, minnka styrk koldíoxíðs í andrúmsloftinu. Þetta eru þá aðgerðir sem miða að því að minnka losunina eða þá að binda kolefnið. Svo erum við með hins vegar þessar aðlögunaraðgerðir. Hérna erum við með aðgerðir sem miða að því að draga úr tjóni, draga úr áhrifum loftslagsbreytinga. Og þá þarf með þannig til að auka þá getu okkar til að takast á við þessi áhrif. Þó ég skipti þessu núna í þessa 2 hringi, þá það ekki þar með sagt, í hinu fullkomna heimi ætti þessi tvenns konar aðgerðir að gerast á sama tíma. Og það eru aðlögunaraðgerðir sem að geta virka sem mótvægisaðgerðir og svo öfugt, það eru mótvægisaðgerðir sem geta líka virka sem aðlögunaraðgerðir. En svona í grunninn þá þetta munurinn. Í aðlöguninni erum við meira að finna út hvernig við ætlum að bregðast við orðnum hlut eða bregðast við breytingum sem koma til með að verða til að auka viðnámsþróttinn eða resilience eins og það heitir á ensku og auka þá segluna. Og vel heppnuð aðlögun stuðlar því að neikvæð áhrif loftslagsbreytinga býtur þá síður á samfélaginu eða ef við gerum þetta fyrir sjávarútveginn býtur þá síður á sjávarútveginn. En svo bara rétt af hverju þurfum við að hugsa út í þessu mál? Hvað það sem við þurfum að fara að aðlagast? Ef við skoðum bara það að styrkur koldíoxíðs, hann hefur aukist 40% frá upphafi iðnbyltingar sem náttúrulega alveg hellingur.
Hafið hefur bundið 25-30% af þessum koldíoxíð og ekki nóg með það heldur þá hefur hafið dregið í sig 93% af þeirri hitastigsaukningu sem hefur orðið. Þannig að það liggur svolítið í augum uppi að slíkar breytingar geta haft í för með sér mikil áhrif fyrir lífríki sjávar og svo ekki má ekki gleyma súrnun sjávar líka í þessu samhengi. Eins og ég sagði áðan þá erum við ekki með mikil gögn þessi áhrif í Íslandsstrendur. En mér langaði samt svona aðeins bara fara rétt svona yfir áhrif á hafi svona á heimsvísu og lífríki þess og bara svona út frá rannsóknir sem hafa verið gerðar. Við erum að skoða hvers konar áhrif við komum til með að geta séð. Við búumst við að sjá og höfum þegar náttúrulega séð hækkun á hita og sýrustigi sjávar. Og þetta sérstakt áhyggjuefni fyrir norðlægari slóðir. Þessi þróun mun gerast hraðar hér, svona nær pólunum. Við komum til með að sjá breytingar á hafstraumum, breytingar á útbreiðslu á farmestri tegunda. Þetta eitthvað sem hefur þegar farið að gerast og við höfum bara orðið vitni að sjálf hér við Íslandsstrendur og í kringum okkur. Stofnstærðarbreytingar, breytingar í vaxtarhraða og kynþroskaaldri fiska, breytingar í fæðukeðjum og fæðuframboði og svo ýktari sveiflur í veðri, öfgakenndara veður, þetta sem kallast extreme weather events. Já, og svo þetta hækku sjávarstaða. Þetta náttúrulega ekki tæmandi listi, en mér langaði bara rétt að gefa ykkur svona smá dæmi áhrif sem að þegar hafa sést og uppbúist við að aukist í framtíðinni. En ef við skoðum það út frá því, svona möguleg áhrif á sjávarútveginn á heimsvísu. Rannsóknir sýna að heimsafli muni dragast saman á heimsvísu þarf að segja. Þá er mjög mikilvægt að nefna það að það talið að sum svæði muni sjá samdrátt önnur aukningu og það talið að svona á hærri breiddargráðum þau svæði muni frekar sjá aukningu og svo eru þessi suðrænu ríki, sérstaklega í Kyrrahafinu sem muni sjá samdrátt. En svona á heimsvísu þá segja bjartsýnustu spár að samdráttur muni vera 2,8 til 5,3% til 2050. Og svartsýnustu spár segja allt upp í 12% samdráttur í heimsafla. Auknar deilur vegna kvótaskiptingu deilistofna. Þetta nú eitthvað sem við ættum svolítið að kannast við í tengslum við makrílinn og það eru heilmikil áhrif sem að þetta getur haft í för með sér. Þannig erum við að tala þegar að deilistofnar fara millilögsuna færa sig úr stað og þá geta myndast þessar deilur milli ríkja hver á rétt á veiðunum. Og ef við skoðum það sérstaklega, ég meina það sem að gerast til dæmis núna hafa þessar makríllinn, kolmunnin og síldin hafa mist MSC-votturinnar í þessu samhengi. Þannig að af því að við erum hreinlega bara ofveiða út af því að við náum ekki þessum samningum. Erfiðari skilyrði að hafi úti og þetta tengist þessum extreme weather events, þessu öfgakenndara veðri. Þarna ýmis áhrif sem geta komið út af þessu, hættulegri vinnuskilyrði, skemmdir á innviðunum okkar, færri veiðidagar og svo framvegis. Breytingar í samsetningu afla sem geta náttúrulega haft heilmikil áhrif og svo eru eins og ég segi tegundur koma og tegundur fara og þetta allt áhrif sem geta haft gífurlega mikið að segja og þá erum við ekkert endilega að tala bara líffræðilega hluta og bein áhrif á sjávarútveginn. Það getur heimsafli dregst saman, þetta hefur rosaleg áhrif bæði félagslega og efnahagslega og ég meina að það á í rauninu við alla þessa þætti. Það geta mikil efnahagslega og félagslega áhrif komið fram vegna þessara þátta. Ef við skoðum aðeins Ísland og okkar með sérstaklega, það er bara rétt að nefna, eins og ég segi, þá kemur þessi skýrsla út frá Hafró núna á næstu mánuðum og það verður áhugavert að sjá hana. En bara svona, ef við skoðum stuttlega hvað var nefnt sérstaklega í skýrslu vísindanefndar frá 2018, þá eru þessi þættir, það eru miklar breytingar sjáanlegri veðurfari, mikil áhrif á náttúrufar á landi og í hafi og áframhaldandi þróun sem búist við hvað þetta var. Og sveiflur í veðurfari, mikil áhrif á innviði, atvinnu, geira og skipulag og það sem sagt þar og eins og loftslagsráð hefur hamrað á mikið núna undanfarið og við náttúrulega líka, en það nauðsynlegt að huga aðlögun vegna loftslagsbreytinga og það á líka ekki síst við þessa mikilvægu atvinnugreinar. Ef við skoðum hvað sérstaklega sagt í skýrslunni hafið, þá nefnt sérstaklega stofnstærðarbreytingar í loðnu og makríl og sandsíli.
hrifningarstofn þorsks hafi stækkað á hlíðartímabilinu og það var nefnt líka 34 tegundir flækinga komu innan lögsögunnar árið 2017 og sjófuglum hefur fækkað, bara til að nefna nokkur atriði. Og bara af því að þetta var nú hérna kynning á vegum sjávarútvegsráðuneytisins hérna á miðvikudaginn, þar sem að Sveinn Agnarsson var að fara yfir nýja skýrslu stöðu og horfu í íslenskum sjávarútvegi og fiskeldi og mér langaði bara rétt svona að hérna hendi upp inn í skjáskoti af því að hann kemur inn á þetta líka í áskorunum í sjávarútvegi og fiskeldi. Það þessar breytingar lífríkja hafsins, það óvissa framtíð loðnustofnsins og breytingar á göngum hjá makríl og ýsu. Og þetta til dæmis eitthvað sem Þorsteinn forstjóri Hafró kom líka inn á ársfundi Veðurstofunnar í síðustu viku. Og svo aftur þetta með þessa deilistofna, ekki að ná ekki þessu samkomulagi. Og bara eins og ég nefndi áðan, þá eru þessar veiðar að missa MSC-vottunina sem hefur gífurlega mikil áhrif á bara félagslega og efnahagslega þætti. Ef við skoðum aðeins hvað er að gerast í heimi í þessum aðlögunarmálum, þá hafa mörg lönd sent fram heildstæða aðlögunaráætlun og við höfum verið eftir bátar annar landa hvað þetta varðar, en þetta nú aðeins að fara af stað. Það hópur á vegum, hópur sem að setja fram stefnu sem verður einhvers konar grunnur aðlögunaráætlun fyrir Ísland. En það sjaldan sem að sérstök áætlun fyrir sjávarútveg í þessu. Bretland, Bandaríkin og Ástralía eru komin vel á stað og bara rétt svona til að nefna ef einhverjir hafa áhuga að kíkja fyrir ykkur á það, þá til dæmis CIFIS sem opinber stofnun undir umhverfis- og matvælaráðuneytinu í Bretlandi. Þau hafa gert rosalega flotta hluti hvað þetta varðar, fengið með sér sérfræðinga og hagaðila í lið og gert ítarlega úttekt á þessum málum hjá sér og komið með bæði áhættu greiningu og aðlögunaráætlun. En almennt séð skortur á leiðsögn og leiðbeiningum og aðferðafræði, hvernig á að fara í þá vinnu, hvernig á að gera þetta, að búa til aðlögunaráætlun fyrir sjávarútveg. Og það var þar sem að þetta verkefni okkar kemur inn. Þetta Climefish verkefni sem ég nefndi í upphafi. Þetta var 4 ára verkefni og lauk í fyrra og við skoðum þarna í þessu verkefni svona 7 tilviksrannsóknir eins og það heitir nú víst á íslensku, eða case studies. Við vorum með eldi, fisk- og kræklingaeldi í sjó á Grikklandi og Spáni, við skoðum tjarnaeldi í Ungverjalandi, fiskveiðar í Gardavatni í Ítalíu, við vorum líka með ferskvatnsveiðar og uppsjávarveiðar Norður-Austur-Atlantshafi og botnfiskveiðar vestur á Skotlandi. Og fengum eins og ég nefndi þess aðferðafræði birta fyrir ekki svo löngu. Og þessi aðferðafræði verður líka notið í kennsluefni hjá FAO, þannig að við vorum svolítið ánum með það líka. Ég ætla bara svona að því ég sé að tíminn minn búinn að fara bara örstutt yfir þessa aðferðafræði og bara hvet ykkur að ef einhver hefur áhuga á að heyra meira þessa aðferðafræði að heyri mér og okkur Jónasi og við getum farið í nánari sauman á þessu. En í mjög stuttu máli þá aðferðafræðin þannig, þetta þrískipt ferli. Það áhættumat, þar sem við skoðum hver eru helstu áhættur og hver eru tækifærin. Og svo númer 2, þá út frá þessum áhættum, þá greinum við og forgangsröðum þá aðlögunaraðgerðum og í þriðja lagi þá setjum við upp þessar aðlögunaráætlun. Og ef við skoðum aftur númer 1, áhættumatið sjálft, þá skoðum við núverandi stöðu og við skiptum í rauninni öllu kerfinu sem við erum að skoða í líffræðilega þætti, vistfræðilega þætti, efnahagslega þætti, þætti sem snúa stjórn fiskveiðanna og svo efnahagslega þætti. Og þetta allt skoðað í gegnum allt kerfið, þannig að það vistkerfisnálgun. Við erum ekki bara að skoða líffræðilegu hlutina, við erum að skoða líka hvað áhættur sem koma á þessa efnahagsþætti og félagslega þætti. Svo út frá því gerum við spá og líkön og þetta sem svokallaðar sviðsmyndir koma inn þar sem við skoðum hvar eru áhrifin líklegast til að koma fram. Og út frá því gerum við svokallað áhættumat og þá áhrifunum lýst ýmist sem áhættur eða tækifæri og þeim forgangsraðað þá út frá því hversu líklegt það að áhrifin muni gerast og hversu umfangsmikil áhrifin koma þá til með að vera. Og svo í þessu skrefi númer 2 þá gerum við svokallað mat á tjónnæmi eða vulnerability assessment eins og það heitir á ensku. Þar sem við erum að skoða hvaða þættir kerfisins eru viðkvæmastir fyrir þessum áhrifum sem við erum búin að greina í upphæði. Út frá því skoðum við aðlögunarþörfina, þar að segja, ef þessi þættir eru viðkvæmastir, hvernig gerum við þá minna viðkvæma fyrir þessum áhættum? Og
þannig erum við að greina þessa aðlögunar þörf og út frá því finnum við þá aðlögunar aðgerðir. Sem sagt aðgerðir sem miða því þá að auka viðnámsþrótt kerfisins. Og að lokum það innleiðingarplan. En mér langar líka bara að nefna að út úr þessu kemur ekki bara, það sem kemur út úr þessu ekki bara einhver einfaldur listi aðlögunaraðgerðum. Það eru heilmiklar upplýsingar sem koma fram í svona ferli. Við fáum upplýsingar helstu áhættur og tækifæri, hvar eru við viðkvæmust og út úr þessu koma líka þessar spár, þessar sviðsmyndir sem eru rosalega gífurlega miklar og mikilvægar upplýsingar. Auðvitað aðlögunaraðgerðirnar og þessi svokölluðu trade-offs, ég meina það til dæmis þarf að passa upp á það að einhver aðlögunaraðgerð leiði ekki til aukins útblásturs og svo framvegis. Þannig að það er ýmislegt sem þarf að hugsa þetta varðar. Og svo er það þetta innleiðingarplan fyrir aðlögunaraðgerðirnar og þar erum við að skoða hverjir eru lykilaðilar á bakvið innleiðingu aðlögunaraðgerðirnar, hvað kostar hún, hvenær þarf hún að gerast, hversu langan tíma tekur að innleiða aðgerðina og svo kostnaðaráætlun, ég held að ég er búin að nefna það. Og það sem er líka rétt bara svona í lokin er að hluti þessar aðferðafræði og gífurlega mikilvægur hluti af henni er sem sagt þetta samtal við hagaðilana í gegnum allt ferli. Alveg frá upphafi eru hagaðilar hafðir með og við sáum það mjög skýrt í okkar verkefni, þessu Client-Face-verkefni, hvað það hafði gífurlega mikið að segja loka útkomuna. Og svo líka rétt að nefna að það sem kemur út úr þessu getur virkað þar sem sjálfstæð aðlögunaráætlun til dæmis bara fyrir sjávarútveginn sem hann gerir eða þá hluti af áætlunarframlagi stjórnvalda í þessu sambandi. Og við sáum það til dæmis að allavega ein af þessum aðlögunaráætlunum sem við gerðum í Client-Face-verkefninu feedaði beint inn í þetta framlag stjórnvalda og það var í Grikklandi. Þá er ég komin yfir minn tíma, þannig að ég ætla bara að segja þetta gott. Þakka bara fyrir. Já, takk fyrir Ragnhildur. Þá er það næst Hildur Hauksdóttir frá SFS sem mun tala helstu áskoranir iðnaðarins. Og Ragga, þú mátt hætta sér að. Og Hildur má þá taka yfir skjáinn. Sæl, ég ætla að henda þessu upp. Já. Örin við hliðina á líftakkanum. Já, vandamál sem hvort þetta virki. Þarna þetta. Er þetta komið? Já, kannski setur þetta á fullscreen. Þarna. Já, bíðið nú við. Þetta er komið. Já. Þetta er afsakið. Ég ætla bara Það kom eitthvað fyrirlega át hjá mér, ég sá þetta ekki alveg. Það þarf alltaf að vera smá vesen, eða ekki? Sjáu þetta núna, eða? Já, þetta er fínt. Ok, ég sé þetta ekki á mér en reynum þetta bara. Bara komið sæl. Ég bara takk hérlega fyrir að bjóða mér og að taka þátt í þessari málstofu. Ég heiti Hildur Hauksdóttir og starfa sem sérfræðingur í umhverfis- og samfélagsmálum hjá Samtökum fyrirtækja í sjávarútvegi. Og þess vegna að sýsla í þessum umhverfis- og loftslagsmálum alla daga. En kannski svona áður en ég byrja þá kannski örlítið bakgrunninn minn. Ég útskrifast með BS í verkfræði frá Háskólanum í Reykjavík og flutti til Ástralíu þar sem ég sérhæfði mig í þessari sjálfbærni fyrirtækja og útskrifaðist þaðan með masterspróf. En eftir heimkomu þá opnaði ég mitt eigið ráðgjafafyrirtæki þar sem ég féll kylliflöt fyrir sjávarútveginum og vann síðan fór svo yfir til HB Granda sem þá hét og heitir núna Brim og og þaðan fór ég yfir til samtakafyrirtæki sjávarútvegi. En kannski nóg það. Ég var beðin að ræða aðeins hvað ég tel vera þessar helstu umhverfis- og loftslagstengdu áskoranir í sjávarútvegi. En þessi mál eru auðvitað okkur í sjávarútvegi mjög hugleikin, enda byggir afkom okkar á forsvaranlegri umgengni við náttúruna og ekki bara okkar eigin umgengni, heldur allra. Loftslagsbreytingar og hlýnun og súrnun hefur allt beint áhrif á sjávarútveginn sem lifir á því að nýta takmarkaða auðlind á sjálfbæran hátt.
Ég sé bara alls ekki glæruna mínar hérna. Herðu, þú ert á fyrstu glæru. Á ég að fletta fyrir þig? Ég held að ég geti Ok. Þarna? þarna. Já. Ok. Heyrðu, já. En við hjá SFS, ásamt okkar félagsmönnum, við höfum verið að vinna að því að greina hver áhrif okkar eru á umhverfi og samfélag og efnahag og hvernig við getum brugðist við áskorunum á þessum sviðum með jákvæðum og uppbyggilegum hætti og öllum til heilla. En íslenskur sjávarútvegur hefur auðvitað náð miklum árangri í að draga úr olíunotkun og hagkvæmni á mörgum sviðum eins og hefur komið fram hérna fyrir dag. En það verður auðvitað að horfa fram á veginn og gera meira. Og í raun þurfum við að gera allt sem hægt að gera til þess að minnka kolefnissporið á öllum sviðum. Og liður í þeirri viðleitni sjávarútvegsins var að setja sér stefnu í umhverfismálum. Og til hvers að setja sér stefnu kann auðvitað einhver að spyrja, en því er auðvitað auðsvarað. Því þegar það er unnið að ákveðnum markmiðum verður maður að vita hvaða verkfæri ber að nota til þess að ná þeim. Og hér gildir það auðvitað að gera eitthvað markvisst, ekki bara eitthvað. En í febrúar í fyrra þá hófum við vinnuna á að greina áskoranir. Og við gerum það með því að halda 4 opna fundi á messanum út á Granda og þangað mættu nokkur 100 manns. Reyndar var 4. og síðasti fundurinn á netinu vegna COVID-19 en það er auðvitað allt önnur saga. En á fundinum það voru aðilar fengnir til að bera upp hugmyndir sínar hvernig sjávarútvegur getur þá gert betur í ákveðnum málefnum. Og þar vorum við meðal annars að fjalla þessar hluti sem eru hérna á glærunni. Það sem hvernig við getum aukið á gagnsæi í sjávarútvegi, umhverfismálin, nýsköpun og hvernig sjávarútvegur skilar sem mestum ábata til þá samfélagsins. Svo heldum við vinnustofu með félagsmönnum SFS og í framhaldi þá fórum við hringinn í kringu landið til að ná fram þá sjónarmiðum og miklum umræðum og stefnan sem við erum þá komin með er því afrakstur mikilla vinnu mjög margra. Grunngildin í samfélagsstefnu sjávarútvegs eru þá heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna nr. 14 sem er líf í hafi og 9, nýsköpun og uppbygging, auk fjölda annarra undirmarkmiða. En það er kannski ekki alveg tími til að fara yfir alla þætti stefnunar, en fyrir áhugasama þá má finna hana alla á heimasíðunni samfélag.sfs.is. En af því að umfjöllunin hér er kolefnisspor og þessar loftslagsáskoranir, þá má auðvitað fara aðeins í þann hluta stefnunar. En eins og ég sagði, þá er undirstaða atvinnugreinarinnar þetta heimsmarkmið nr. 14, líf í hafi. Það er auðvitað stórt efnahagslegt og félagslegt hagsmunamál fyrir íslenska þjóð að ástand fiskistofna sé gott og upplýsingar veiðar og umgengni við vistkerfi hafsins séu traustar, rekjanlegar og gagnsæjar. Ábyrg umgengni og er skilyrði fyrir því að fiskistofnar við Ísland verði áfram nýttir með sjálfbærum hætti. En staða loftslagsmála er auðvitað ógn við sjávarútveg víða heim. Og eins og var komið aðeins inn á áðan, þá er það þannig að sjórinn dregur í sig þann varma sem hlýst af loftslagsbreytingum og hlýnar, sem hefur þá áhrif á hafstrauma og lífsskilyrði í hafinu. En sjórinn dregur líka í sig stóran hluta af koltvíoxíði sem losnar og leiðir til súrnunar. En hvað er nákvæmlega að gerast og hvaða áhrif það hefur á lífveru sjávar er auðvitað ekki að fullu vitað. Og við teljum því brýnt að efla rannsóknir á vistfræði og efnafræði sjávar og efla þennan skilning á áhrifum hlýnunar og súrnunar og auðvitað plastmengunar á lífríki hafsins. En að því sögðu og kannski í tilliti til aðlögunar, þá er sjávarútvegur nokkuð vanur því að búa við óvissu í lífríki hafsins og búum við það kerfi sem er með sveigjanleika, sem gerir okkur kleift að bregðast við breytingum sem eiga sér í stað í hafinu. En það er auðvitað ekkert ljóst hvort að það muni duga til. En svo er það nýsköpunin og fjárfesting. Það er mikilvæg forsenda árangurs í umhverfismálum. Með nýsköpun þá myndast tækifæri sem enginn sér fyrir og við ætlum því að halda áfram að greina þau og nýta gögn og fjárfesta í leiðum og lausnum til að gera sífellt betur. Þessi heimsmarkmið greindum við sem grunninn af áframhaldandi velgengni sjávarútvegsins, en það er auðvitað ekki þar með sagt að þetta sé allt upptalið. Í umhverfismálum þá þurfum við líka að bæta hringrásina og við þurfum að lágmarka sótsporið og það eru ýmsar áskoranir sem tengjast því.
Já, íslenskur sjávarútvegur hefur náð góðum árangri að draga úr sótspor sínu og reyndar það þannig að sjávarútvegurinn eina atvinnugreinin hér á landi sem hefur náð raunverulegum árangri í samdrætti. Samdrátt í losun í íslensku sjávarútvegi má rekja til margra þátta en hann hefur verið drifinn áfram af hagræðingu í greininni, árangursríkri fiskveiðistjórnun og fjárfestingu í nýjum skipum og búnaði. Með því að fylgjast með fiskistofnum og stjórna veiðum í samræmi við ráðgjöf vísindamanna auðvitað reynt að tryggja sjálfbæra nýtingu. En vegna fiskveiðistjórnunarkerfisins sem Íslendingar styðjast við hefur tekist að stækka fiskistofna. Stækkun mikilvægra stofna hefur tvíþætt áhrif á eldsneytisnotkun. Annars vegar hægt að veiða meira úr þessum stofnum út frá veiðihlutfalli og leita fiski og veiðin verða auðveldari. Og þetta... Afsakið sér trufla, ég ætla að glærna sig ekki alveg að fylgja þér. Nú, sjáu ekki hérna línuritið? Nei, við erum ennþá föst á samfélagsstefnunni. Hvað segirðu? Það ekki hendi sér bara aftur upp þá? Prófaðu að gera það. Þarf að fletta glærunum sko í Teams? Já, ég er á því sko. Já, ok. Sjáu þetta? Já, fyrstu glærna, já. Ekki fullscreen samt. Þetta fullscreen. Ég ætla bara, getum við gert þetta svona? Sjáu þetta? Já, látum við þetta bara aða svona. Þetta verður bara duga. Já. Heyrðu, en það sem ég var að segja í raun og veru bara nákvæmlega það sem var farið ofan í áðan með hvernig olíunotkunin auðvitað ekki að hún fylgir ekki hún ekki að aukast þegar stofnarnir aukast, þannig að við höfum þetta náð við náum að veiða meira af þessum stofnum út frá veiðihlutfalli þegar fiskar í sjónum aukast. Og þetta leiðir til miklu minni notkunar á eldsneyti við veiðar. Og hér fer þetta allt saman, það er þá nýjasta tækni, fjárfesting í henni og þéttleiki stofna. En við verðum að horfa fram á veg og gera meira og nú þegar hafa fjölmörg fyrirtæki hafið sína vegferð á grundvelli þess sem samfélagsstefna byggist á. Og sjávarútvegurinn hyggst lágmarka sótspor sitt enn frekar með því að mæla það og draga úr losun og jafna og binda kolefni. Og það verður að leita alla leiða með því að draga úr notkun, með því að notast við nýjustu tækni, bæði í veiðum og vélbúnaði og auka notkun á raunhæfum vistvænum orkugjöfum. Og svo má þetta nefna það er til mikils að vinna með því að skipta út eldri tegundum af kælumiðlum fyrir nýrri og vistvænni. En þá er spurning hvað tekur við? Því umræðan orkuskipti í dag er nokkuð hávær og í langtíma orkustefnu Ísland sem gefin var út í lok síðasta árs meira því að Ísland verði óháð jarðefnaeldsneyti fyrir árið 2050. Og þá má þetta spyrja sig hvernig blasir það við atvinnugrein sem í dag svo háð jarðefnaeldsneyti. En rannsóknir sem hafa gerðar verið hingað til benda til þess að ekkert augljóst eldsneyti geti leyst skipaeldsneyti af hólmi á stærri fiskiskipum. En það útilokar samt ekki að orkuskipti að einhverju marki geti átt sér stað í sjávarútvegi. Tæknin fleygir auðvitað fram og það eru stór skipafélög út í heimi, til dæmis Maersk sem reyndar ekki með fiskiskip og hafa þegar tilkynnt hvaða eldsneyti þau hyggjast nota í framtíðinni. En eins og við sjáum þetta þá eru allar leiðir til orkuskipta í dag sem fela í sér mikla óvissu. Og það er óvissa í tækni og öryggismálum, framboði og svo auðvitað innviðum. Og svo má kannski ekki gleyma því að það er óvíst að Íslendingar geti yfir höfuð valið sér orkugjafa í framtíðinni á sín skip, því það veltur auðvitað sjálfsögðu mikið af því hvað aðra þjóðir hyggjast stefna í þessum efnum. En eins falleg og framsækin stefnan okkar þó ég segi sjálf frá, þá er ekki víst að hún dugi ein og sér til að ná metnaðarfullum markmiðum stjórnvalda í loftslagsmálum. Það þarf samspil atvinnulífs og stjórnvalda til að flýta fyrir þeirri þróun og mig langar kannski aðeins að enda þetta á því að fara yfir það nokkrum orðum. Því þessi tækifæri til að gera enn betur, sem ég hef nefnt hérna, snúast að miklu leyti fjárfestingu. Það þarf að fjárfesta í hafrannsóknum, innviðum, nýjum skipum og hagkvæmari,
nýrri tækni og nýjum kælikerfum. Og þetta eru fjárfestingar sem að hlaupa á tugum milljarða og taka því eðli sínu tíma. En loftslagsvænar vörur og þjónusta mun ekkert endilega ná árangri á markaðnum einar og sér. Bæði eftirspurnin og framboðið á loftslagsvænni tækni og lausnum oft takmarkað og þetta getur auðvitað verið vegna þess að þau eru kannski ekki arðbær, ekki nægilega prófuð eða vegna þess að þau eru óþekkt á markaðnum. Svo getur líka ástæðan bara verið sú að þau hafa bara ekki ennþá verið fundin upp. En hið opinbera hefur ýmis ráð til að flýta og auðvelda fyrirtækjum að ráðast í nauðsynlegar umhverfisvænar fjárfestingar og eitt að sjálfsögðu að taka sérstakt fjárhagslegt tillit til umhverfisvænna fjárfestinga og fyrirtækja. En þá höfum við hjá SFS oft verið að þá skoðun að allir umhverfisskattar ættu að vera nýttir til að hvata til fjárfestinga í umhverfisvænni kostum eða kolefnisjafna óhjákvæmilega losun. En sjávarútvegurinn fyrir sitt leyti allavega tilbúin í slaginn, en til að svo megi verða þurfa stjórnvöld að draga upp þennan leiðarvísi. Þar skiptir mestu að liðka verði fyrir aðgerðum sem sjávarútvegur geti nú þegar gripið til og myndi skila sér strax í umtalsverðum ávinning. En þar til aðgerðir stjórnvalda liggja fyrir mun sjávarútvegurinn gera það sem hann hefur verið að gera og það bara að róa því öllum árum að draga úr umhverfisáhrifum af starfseminni. Og því bara að loka á þetta. Þið látum mig vita ef þetta ekki farið. Takk fyrir. Takk kærlega fyrir þetta, Hildur. Þetta skilaði sér alveg. Nú langar mig að opna fyrir bara almennar umræður. Langar að prófa að nota, þið sjáu uppi hjá ykkur á stikunni, þar möguleiki á að... Slå tegn bara síðan. Huginn ég að tala, fyrir ekki. Já, selvkvæmst. Nú skulum við kannski mjúta alla. Einhver í miðju samtali. Svona. Hérna uppi hjá ykkur sá möguleiki á að rétta höndina upp. Og þeir sem eru með spurningu, það var ágætt kannski að þeir gerðu eitthvað í þáttina. Flott, þannig strax komna 2 hendur sé ég. Og prófum að nota þennan fítus og sjá hvernig þetta kemur út. Axel Helgason, þú kannski byrjar, það var kannski ágætt að fólk kynni sig og jafnvel setja myndavélina á. Já, góðan daginn. Takk fyrir áhugaverð erindi, mörg. Heyrið þið mér? Já, heyrum vel. Þú skýrt í þér. Takk. Mér langar að spyrja Stefán Bjarna varðandi þessa skýrslu og niðurstöðunar. Ég hjó eftir því að þetta reikna í þorskígildum. Mér langar að spyrja Stefán rökin fyrir því að reikna út olíunótkun með við þorskígildi og ég nefni það til upplýsinga að tegundir milli ára geta jafnvel fjórfaldast í þorskígildum. Ég átta mig ekki á rökunum. Já, ég skal svara. Þú ert að misskilja þetta. Sko, þetta í föstum þorskígildsstöðum, þannig að verðbreytingar hafa engin áhrif, þannig að bara alltaf sami stöðlina því að þannig að það lykilatriði, það breytist ekki á hverju ári eins og þú veist. Fastur þorskígildsstöðull, það verður að hafa eitthvað verðmæti á afla, en það má ekki vera verðbreytingar. Þetta fastur stöðull. Já, fyrirgefðu, en þorskígildisstöðullinn, þorskur alltaf í einum, en grásleppa eitt árið í 0,25 og annað árun hún í 0,95. Það sama á við loðnu og í raun alla tegundir nema þorskin, hann í einum. Já, ég með þá fastan stuðul, þá væri þá loðna líklega 0,3 alltaf og grásleppa með alltaf fast, ekki breytingar. Já, ástæðan fyrir ég spyr að þessu sótspor sem á síðan væntanlega að nota sótspor afurða á að nota í vonandi markaðsherferðum framtíðarinnar sem fastu liður í bara upplýsingum vöru. Hvernig og hvaða stuðul á að ákveða
ef að þá að nota þorskígildi í sótspori afurða, sem sagt, hvernig ætlið að mæla það? Og eitt bara að lokum, ég hef fjölmargar spurningar en ég vil benda á að sem sagt, þessi niðurstaða ykkar 40% minnkun þarna meðaltali milli flokka með við þorskígildi, sko, hún á pari við nokkurn veginn það sem að voru niðurstöður í umhverfisskýrslu SFS, sem sagt, minnkun á orkunotkun frá 1990 eða 92 minnum mig, en þar var allur iðnaðurinn inni, þar að segja sem sagt, þurrkun með olíu og núna erum við í notkun sem einhvers staðar á bilinu 125.000 tonn fyrir okkar 1200.000 tonna afla cirka. En á þessu tímabili erum við með upp í 87.000 tonn af olíu til þess að búa til mjöl. Og það einhvern veginn, þetta skýtur skökku við því að ef við tökum frá 1992, sem sagt bara orkunotkun per kíló af fiski, löndum sem sagt við Ísland, þá minnkunin ekki nema 13%. Takk. Já, við erum bara með veiðarnar, við erum ekki með vinnsluna. Og þetta ekki skýrsla, þetta fræðigrein, sko. Það svona grunnurinn. Herðu, takk fyrir þetta. Ég segi að Halldór Þorgeirsson með höndin uppi. Halldór, gjör svo vel. Við heyrum ekki í þér í augnablikinu. Ég vil bara þakka fyrir hennan aldeilis frábæra viðburð og mjög margt sem var í gamla ræða, en ég ætla bara að taka eitt punkt og þetta vilja taka undir með Hildi að það sem við erum raunverulega að tala hérna mjög mikilvægt átak í fjárfestingum og það frábært að sjá hvað geirinn fókusöðrar á þetta. En það sem ég langaði að spyrja og reyna að tengja saman, þetta eiginlega spurning bæði til Hildar og Stefáns. Eitthvað svona sértækar aðgerðir sem að við ætlum að grípa til svona bara með tiltölulega stuttum tímaskala og ég ætla ekki að nefna eitthvað sérstakt en eitthvað svona sértækt sem að myndi kannski flýta fyrir endurnýjun og auðvelda úrendingu og annað slíkt. Og síðan að tengja þetta síðan sama við þessa frábæru yfirferð hjá Stefáni og bara spyrja hann og biðja hann, og nú ég ekki að spyrja þig Stefán út í rannsóknina, heldur biðja að hugsa uppátt ef þú til í það. Hægt að taka fleiri markmið inn í kvótakerfið heldur en við höfum gert fram að þessu án þess að eyðileggja það. Með öðrum orðum, hægt að tengja loftslagsmarkmið inn í fiskveiðistjórnarkerfið eins og við þekkjum það og ná þannig tryggja það að sá árangur sem þegar hefur náðst viðhaldist og við náum enn frekari árangri. Takk. Já, það var góð spurning. Nei, ég skal byrja. Okay. Þetta spurningin var mjög góð, sko. Mjög góð spurning, sko. Það að hugsa þetta upp, það örugglega hægt að gera það með einhvers konar verðlagningu og líka með því að það flækir kerfið og þið sjáu það að veiðarfæri eru misgóð, sum eru betur önnur og svo framvegis en þetta verulega íhuguna, þetta var mjög góð spurning, góður punktur, ánægður með þetta. Ég get ekki, það hægt en það til að svara því hvernig það þyrfti að pæla í því mjög ítalega, þannig að ég ætla ekki að gefa svar nákvæmlega núna. Má ég taka bolta núna? Ég myndi halda kannski ef ég má aðeins koma inn í þessa frábæru spurningu með loftslagsmarkmið í kvótakerfið, þá get ég nú ekkert svarað því, en eins og ég sé þetta þá hefur kvótakerfið þetta aðal ástæðan fyrir því að sjávarútvegur hefur náð þessum markmiðum þessum árangri í loftslagsmálum og þannig að ég held að það muni bara halda áfram að gera slíkt og það allavega spáin. Þannig að hvort það þurfi sérstaklega því ætla ég svo sem ekki svara. En út af því þú spurðir þessar sértækju aðgerðir með stuttum tímaskala, þá það eitthvað kannski sem að
fjármálaráðuneytið hefur verið að leggja til núna með ákveðnu fyrningu og slíkt á fjárfestingar, en við höfum verið að rýna það mjög vel og þú veist, það er óbúslega góð hugmynd, en hún er ekki með nægum hvata til að flýta fyrir þessum fjárfestingum. En ég held að eins og ég sagði sko ef að stjórnvöld eru tilbúin að skuldbinda sig í það að setja ákveðið hlutfall eða alla þessa loftslagsskatta sem eru lagðir á fyrirtækin í að flýta fyrir þessu eða styðja nýjar lausnir eða eitthvað sem raunverulega mun draga úr. Og þetta á ekki bara við sjávarútveginn, þetta á við væntanlega öllum atvinnugreinum. Að þá erum við komið með mjög mikið fjármagn í að flýta fyrir þarna. Og ég held að þetta sé skref sem stjórnvöld verða að taka. En eru ekki búin að gera nú þegar. Takk fyrir þetta, Hildur. Arthur Bogason, næstur. Já, góðan daginn. Heyrðist í mér? Já, átt og vel. Já, takk fyrir fundin og erindin. Það er eitt orð sem Þetta aftur út eða? Arthur, kannski... Já, herðu, ég... Þú voru að byrja aftur? Byrjaði kannski frá byrjun? Já, ok. Ég saknaði þess að það myndist engin á umhverfis áhrif veiðarfæra. Þau náttúrulega hljóta að vera ærið misjafnlega mikil og ég rakst daginn á einhverja grein eða skýrslu þar sem var verið að fjalla umhverfis áhrif botndreginna veiðarfæra. En af einhverjum ástæðum þá hefur Hafrannsóknastofnun og yfirvöld forðast eins og heitan eldinn að taka alvöru umræðu þetta og hvað þá að setja alvöru peninga í að rannsaka þetta. Og til þess að bæta við hugmyndabankann þá vil ég nefna að við höfum talað fyrir því í langan tíma að þau veiðarfæri sem að valda minnstu raski á umhverfinu í hafinu að inn í fiskveiðistjórnarkerfi á að sjálfsögða fella paragraf sem að hygla þessum veiðarfærum eða verðlauna þá sem að taka upp notkun slíkra veiðarfæra. Takk fyrir. Já, takk fyrir þetta. Bjarni, þú komst nú aðeins inn á þessi virku og óvirku veiðarfæri, var það ekki? Vildu kannski aðeins kommenta á þetta hjá Arthúri? Ég get líka kannski svara ef þú ert ef þú ert að tala um áhrif botnveiðarfæra á botninn sjálfan eða það svo ert aðalega að tala um, þá hefur verið mjög flókið að meta það og taka það með í til dæmis eins og svona lífsfæliskenningar. Hins vegar síðustu ár þá hafa verið og eru enn í þróun hvað við kallaða mælikvarðar til þess að meta og mæla hvaða áhrif þetta hefur. Það er alveg ljóst að þetta hefur áhrif og á botninn og lífríkið. En það hefur verið það hefur verið tiltölulega erfitt að setja fram ákveðinn skiljanlegan hátt í mælikvarða, en vonandi núna í framtíðar greiningum og rannsóknum þá verður þetta tekið með og þá verður þetta undirstrikað hversu skaðlegt þetta getur verið og þannig að þetta er mjög áhugaverð pæling. Má ég aðeins bæta við þetta? Já. Að það er orðin fjöldamörg ár síðan að það var einhver ung kona sem var að annarkvort að kenna við Háskóla Íslands eða í einhverju stúdíu þar, man þetta ekki lengur, en hún setti fram þá hugmynd að til þess að kanna umhverfisáhrif veiðarfæra þá yrði sett upp módel þar sem að líftími fiskimiða yrði metinn með tilliti til notkunar mismunandi veiðarfæra. Bara hugmynd sem ég vil gjarnan nefna hérna. Þakka fyrir. Takk fyrir þetta, Arthúr. Ólafur Ögmundarson er næstur. Já,
taka öðrum fyrir góða erindi. Ég með 2 spurningar. Önnur þeirra til Stefáns Bjarna. Mig langar að forvitnast hvernig þið takið óvissu varðandi IPCC tölur inn í útreikningan ykkar. Og svo til Ragnhildar, trade-offs. Hvernig metið þau, eða hvernig setið það upp í ykkar leiðbeiningum, hvernig það metið? Þannig að sem sagt, ein aðgerð hafi ekki neikvæð áhrif á aðrar og öfugt. Takk. Hvaða óvissu ertu að tala um? Sko, rannsóknin okkar, hún bara að pæla í sögunni. Það engin, og við erum ekkert að meta neina loftslagsbreytingar, þetta bara, þetta hefur gert. IPCC, ég skil ekki alveg hvernig tengi, við erum ekkert að segja hvað mun gera, sko. Nei, sko, sem sagt vegna þess að það náttúrulega ákveðin óvissa sem felst í IPCC útreikningunum varðandi losun gróðurhúsalofttegunda, varðandi þá þætti sem eru mældir og ég meina það talað að miðað við sem sagt gögn þá alltaf 30% óvissa eða uncertainty sem hefði þá væntanlega töluverð áhrif á ykkar útreikninga þannig að þú veist hver eru vikmörkin þá hjá ykkur? Já, þetta þá losunna? Já, við notum bara í gögn Hagstofunnar og svo framvegis, þetta einhver óvissa varðandi það, en þetta ekki fer ekki alla leið, þetta bara svona, þetta frekar einföld, gögnin sem við notum eru nokkuð einföld og við treystum því það þetta sé þá frá, sé þokkalega nákvæmt, en það sjálfsagt einhver óvissa, en ég held þetta, niðurstöður eru þannig svona, trendin svona. Já, varðandi trade-off, það er ekki farið mjög ítarlega í það í þessari aðferðafræði sem við erum með, en það vissulega komið inn á það. Og ég meina, einn hluti í því líka bara fjárhagslegi þátturinn, hvað kostar aðgerðin og það eru þessar svona svokallar win-win aðlögunaraðgerðir þar sem að þær bæði kosta ekki mikið og hafa gífurlega mikil áhrif, góð áhrif. En varðandi, og svo eins og ég nefndi líka áðan, það þarf alltaf að skoða hvernig, hvort að aðlögunaraðgerð, hvort að hún komi til með að til dæmis auka útblástur. En ég var nú ekki í þeim hluta, þeim hluta leiðbeiningana, þannig að ég get ekki gefið nákvæmlega upplýsingar hvernig við mátum það. Það farið stuttlega inn í það, út í það í þessari aðferðafræði, en og virkilega það hamrað mikilvægi þess að það sé skoða sérstaklega, en ég verð bara að vísa til greinarinnar því ég man ekki nákvæmlega hvernig það útlistað. Takk fyrir þetta, Ragnhildur. Gunnar? Já, takk fyrir. Ég tók hjá eftir hjá Stefáni og það kom mér verulega óvart að tæknibreytingar hefði ekki meiri áhrif á losun heldur en raun ber vitni. Ég hef sjálfur komið að rannsóknum og samanburði á gömlum og nýjum togara. Þetta alveg ævintýrlegur munur. Mér langar kannski að þá beina spurningunni til Hildar. Ekki þá vafasamt að draga úr fjárfestingargetu útgerðar? Þannig að ef það staðreyndin aðeins bara það séu svo fáir nýjir togarar sem eru að eyða miklu minni olíu per tonn af veiddu fiski að þá ekki vafasamt að draga þannig úr fjárfestingargetu og vilja útgerðarna að það senki þessu ferli. Takk fyrir. Mér finnst þetta reynda mjög áhugavert að þetta sé sett svona fram að það sé engin, kannski í heildina þetta einhvern veginn þannig að tæknibreytingar hafi ekki svo mikil áhrif, en eins og þú segir þá þetta einstaka skip, þegar þau ert á endurnýja skipaflotan þá þetta bara hagkvæmnin í fyrirrúmi og ég held að það sé lykilatriði að tryggja að það sé fjárfestingargeta hjá fyrirtækjum og það auðvitað líka bara, eins og ég sagði í fyrirlestrinum, að það auðvitað tækniframfarir sem munu koma. Þær hafa auðvitað verið og svo alltaf eitthvað hægt að gera. Þetta alls konar búnaðar og fleira sem hægt að fara í til að draga meira úr olíunotkun í nýjum skipum í dag, þó við séum ekki komið með einhverja aðra orkugjafa. En segjum sem svo við séum komið með aðra orkugjafa, þá auðvitað það væntanlega mikil og stór þróunarverkefni og væntanlega mikill kostnaður við það, við þurfum að huga innviðum og fleira, þannig að þetta fjárfestingargetan auðvitað bara mjög mikilvæg þarna. Ég vona að ég hafi svarað spurningunni, ég ekki alveg sem ég hafi. Má ég bæta við?
Sko, aðferðafræðin að bara setja sinn trendbreytu sem þá myndi mæla ef það væri einhverjar tekníkarbreytingar og við fáum það út að hjá, til dæmis, það öfugt torkimni hjá smábátaflótum og svo framvegis. Og við erum með hundgamla flota, þó að sé eitthvað nýjum skipum. Þannig að auðvitað eru nýju bestu skipin með miklu minni losun, en þetta mælir þetta yfir heildina. Flotin gamall og eins og segi, minni bátarnir, það bara með þess að vitlaust formerki í rannsókninni sem það bent til þess að þess sé mikið hægt að gera hérna ennþá. Herru, takk fyrir þetta. Sindri Sigurðsson næstur. Já, ég ætla að forvitnast aðeins. Ég að spá í veiði-effortið, Stefán. Það sem þú varst með glæruna, það sem að varst alltaf að það sem að orkunotkunin jókst en aflið minnkaði. Sko, ég velta fyrir mér þegar svona eins og þetta sett fram, síðan erum við kannski að ræða svona íslenskan sjávarútveg, að þá finnst manni eins og þetta rými bara alls ekki miðað við þá upplifun sem og í rauninni þær staðreyndir sem eru í íslenskum sjávarútvegi. Þannig að þá spurning sko, veiðiefortið þá að aukast í heildina á sem sagt hnattrænni heild. Nú hitt sem að ég að spá í með auðlindarentuna og hérna á móti þorskígildistonnunum. Það væri gaman að sjá ártölin á þessum punktum sem eru það. Því að það ekki þar með sagt að veiði rentan sé í einhverju samhengi við þorskígildi. Þannig að oft á tíðum og alltaf þá þetta pólitískar ákvarðanir. Og í rauninni finnst mér þetta mjög áhugaverð umræða og svona til þess að upplýsa kannski það sem að gerast í þessu að það sem að einfaldast, mjög einfalt að gera og í rauninni við erum að gera hérna í síldavinnslunni að setja upp landtengingu þar sem að við í rauninni kúplum þá öllum vélum út þegar við erum að landa og úr uppsjávarskipum og löndunartími uppsjávarskipa getur alveg verið 1,5 til 2 sólarhringar, þannig að við teljum okkur vera að spara þar einhverja 300.000 lítra á ári af olíu, bara við það, svona til upplýsingar. Og ég held að hafa ég átti erfitt með að skilja fyrir hlutur hjá þér. Ég held að hafa verið að tala heiminn allan en ekki Ísland. Er það rétt hjá mér? Já, var ekki glæran hjá þér, hún var heiminn allan, ekki? Já, það var ein glæra heiminn allan, það sem að í rauninni losun að aukast en afli minnkar síðustu árin. Það bara þannig, samkvæmt gögnunum. Þetta ekki á Íslandi. Nei, ég að spá en er þetta þá til marks meiri veiðieffort? Já, það bendir þess að því meiri veiðieffort og minni afla á sólhlerningu. Það er líklega skýring. Varðandi rentuna og stærð stofnið þorskígildum, það góður punktur, sko, það margir þættir sem hafa áhrif á rentuna og eins og ég er alveg sérfræðingur í því, sko, það mikilvægast að breyta en aflamagni skiptir mjög miklu máli og það tengt það fiskveiðistofnun, en raungengi krónunnar verður einn aðalbreytið þátturinn og svo fleiri og hvernig punktar sem varðandi hagræðingu greinin og svo framvegis, en það trendbreyt í því, ef við myndum leiðrétta því eftir sem tími líður þá verður greinin betri að búa til rentu og svo framvegis. Það bara hagræðing sem verður í greininni. Takk fyrir þetta, Stefán. Það engar, þarna birtist ein hönd og hvar var aftur? Axel Helgason. Já, ég langar aðeins að bæta við. Fyrst bara Sindri varðandi orkusparnað upp á 300.000 tonn. Þetta hlýtur eiga að vera einhver önnur tala. En það sem að ég vildi kannski koma með sem innlegg að sko í framtíðinni að við reynum að halda orkunotkun útgerðarflokka sem sagt utanumhaldinu mjög aðskildu. Því að ég velti fyrir mér sko ef við ætlum að fara að nota þetta sem tæki í markaðssetningu og ég alveg sannfærður að það verður aukin krafa þessar upplýsingar í framtíðinni
að þá held ég að við verðum að byrja strax að halda útgerðarflokkunum mjög aðskildum. Því að við erum með stofna sem dett út eins og loðnuna. Við erum með stundum að veiða 1.000.000 tonna loðnu og stundum ekki neitt. Og ef við erum með þetta inn í einhverju heild, þá getur það komið okkur illa. Eins ef við erum að sækja makrílinn út fyrir lögsöguna að stærstu leyti, eins og hefur gerst í auknum mæli síðustu ár. Þá aukin orkunotkun þar sem getur komið heildar uppsjávarflotunum illa. En ef að loðna veiði síðan aftur í miklu mæli nálægt landi á í eitt umhverfisvænasta veiðarfæri sem nótin, þá held ég sé nauðsynlegt að við reynum að strax að fá geirann til þess og þá sem eru með tölfræðina að vinna með hana, þeir byrji strax að aðgreina okkur og fá rétta tölur í hverjum flokki. Takk. Vill einhver komment á þetta? Ég var alveg til í það ef það er bóði. Ég bara tek alveg undir þetta sem þú segir, Axel. Þetta gengur ekki að blanda saman kolefnisspor, uppsjávar og botnfisktegunda saman. Það er svo mikill munur þar á. En það er oft kannski, ég held að hvert fyrirtæki fyrir sig væri svolítið bara að taka gögnin hjá sér. Það þýðir ekki að taka þetta út frá heildinni, myndi ég halda. En það er auðvitað oft erfitt að aðskilja tegundir ef þú ert að veiða margar tegundir í einum túr. En þetta á að vera hægt að gera svona eins svona nokkuð nákvæmt, myndi ég halda. Einhverjum fleiri sem vilja bæta þarna við? Já, ég ætla bara að leiðrétta þetta, þetta eru 300.000 lítrar, og svo það sé á hreinu. Já, samt slatti. Heyrðu, en tími okkar er á þrotum og ég vil bara þakka fyrir áhugaverðan fund og góð erindi. Upptaka af fundinu verður tiltæk á heimasíðu Matís og bara óska ykkur þakka ykkur allan fyrir og bara góða helgi. Takk sömuleiðis. Takk fyrir. Takk fyrir. Takk fyrir.